Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Herðu, þá það heimurinn sem bara upp í loft. Ég heyrði í ykkur umræðinni vera að tala veröld sem var, sem náttúrulega bara vísun í heimsenda bók sem var skrifuð og margir ykkur hafa lesið, sem náttúrulega hugmynd það að það rísi upp bara eitthvað allt annað afl sem að eyði eiginlega flestu því sem að gott var í heiminum. Ég veit ekki hvort að það sé á dramatískt, en það svona tilfinning sem mann hafa að við séum á algjörum strömmkvörfum. Og hingað til að ræða það kominn Baldur Þórhallsson, prófessor í Sólhólmsheiði. Hvað segirðu þú hefur nú haldið á lofti kenningu smáríki og þeim sé best að vera í skjóli einhvers stórveldis líklega. Já. Eigum við að vera í skjóli Trumps? Já, bara takk fyrir boðið og gleðilegt ára á þessum viðsjárverðu tímum. Varðandi kenningu mína skjól að smáríki þurfi á efnahagslegu, samfélagslegu og pólitísku skjóli stærri ríkja eða alþjóðastofnana að halda. Líka hernaðarlega varnarlegu, diplomatísku. Þá held ég að svo kenning hafi aldrei verið meira relevant. Ég hef nú eitt mínum karriér í akademíunni að benda á veikleika smáríkja. Við lítil fögnuð íslenskra stjórnmálamanna sem að marga í akademíunni sem vilja helst fjalla tækifæri og möguleika smáríkja til áhrifa. Máttu ég tala okkur sem litla? Má ekki tala okkur litla? Við viljum að tala okkur sem stóra. Sem stóra, það aldrei þannig. Þannig að það var þannig, þegar ég stofnaði rannsóknarsetur smáríki, þegar ég kem úr námi 2001, þá vorum við gagnrýnd mjög mikið. Og ég gagnrýndur opinberlega þingmönnum, ráðherrum, fyrir að ræða Ísland sem smáríki. Og við vorum með þess að teki fyrir að mér sagt á ríkisstjórnarfundi vegna hvað hefur verið agalega þessi ungu háskólamenn upp í Háskóla Íslands sem væri nú að stofna rannsóknarsetur smáríki og töluðu sífellt Ísland sem smáríki. Það að tala það niður líklega. Það var það niður. Það hefur ykkur sagt það á fundinum. Það er að tala Ísland niður. Já, ég fekk nokkuð síndöl frá góðum stjórnmálamönnum úr utanríkisráðuneytinu þar sem var vinsælega beðin að hætta að tala Ísland sem smáríki. En var þetta spurningu við höfum verið í skjóli Bandaríkjanna og eftir að segja það við að njóta þess að vera í skjóli Trump? Við þurfum ennþá á hernaðarlegu skjóli Bandaríkjamanna að halda, já, en þegar kemur að efnahagslegu og samfélagslegu skjóli, þá höfum við verið í skjóli annars vegar Norðurlandana og hins vegar Evrópusambandsins. Þannig að þetta hefur verið tvískipt. Auðvitað var það þannig á tímum kaldastríðsins, sérstaklega upphafi kaldastríðsins, að við vorum í efnahagslegu og hernaðarlegu skjóli Bandaríkjanna, en samfélagsskjólið okkar eins og líta svo kom alltaf frá Norðurlöndunum. Í gegnum aðganga menntakerfinu þeirra að við vorum einfaldlega að taka upp skandinavíska velferðarkerfið. Við vorum á sameiginlegu vinnumarkaði, sameiginlega bara frjálsflæði fólks á Norðurlöndunum. Allar íslenskar stofnanir, þær eru stofnar fyrirmyndin eru norrænar stofnanir. Allt þetta í stuttumáli lítið á sem samfélagslegt skjól sem skiptir okkur mjög mikilvæga máli, en þá kemur mest á okkur samfélagslega skjóli frá Norðurlandasamvinnunni, en í vaxandi mæli gegnum evrópska efnahagssvæðið, bara menntastefnan, rannsóknarstefnan, frjálsvinnumarkaður og svo framvegis. En við erum ennþá í pólitísku hernaðarlegu skjóli Bandaríkjanna. Það staðreyndin. Ef við lítum þannig á að hugsanlega núna eða í framtíðinni steðji okkur ógn af Rússlandi eða Kína, þá það Bandaríkjamenn sem veita okkur skjól. Grænlendingar getur sagt þetta sama. En þeir upplifa ekki skjól núna, ekki aldeilis, í skjólinu. Ekki aldeilis. Þannig eru við mögulega þeirri stöðu að þetta skjól geti orðið svolítið köld náhönd sem að það eins og sagðir upp að þú má gera allt sem að þetta eftir í hug, Baldur, en bara við verðum að samþykkja það. Þú mátt aldrei fara frá því sem að við viljum, myndu þau geta sagt við okkur. En það verra saman með Grænlendinga, þeir alltaf bara taka auðlindirnar. Ef það að marka Trump og utanríkisráðherra Trump segir að maður eigi að taka marka á hann? Já, þetta bara alveg rétt sem þú segir og ég held að við eigum að taka mark á Trump og hans ráðamönnum. Þeir eru náttúrulega beinlínis að hóta Dönum, danska ríkinu, konungdæminu, að taka hluta þess, bara hernámi með ofbeldi
og þetta náttúrulega höfum við aldrei séð áður. Ekki í tilfelli hegðun Bandaríkjanna gagnvart sínum bandalagsríkjum í Evrópu. Auðvitað hafa þeir komið svona fram, þeir hafa komið svona fram við ríki í Mið- og Suður-Ameríku og það hafa þeir gert raunin frá 19. öld, af því þar hafa alltaf til skilgreint sem áhrifasvæði sitt. Sko, við erum, svo ég kom aftur á spurningunni þinni, þá erum við mikilvæg vörnum Bandaríkjanna sjálfra. Við erum þess vegna skilgreina ráðamenn í Washington okkur á þeirra áhrifasvæði vegna þess að telja ef að Ísland sem væri komið í hendur óvinarins, þá væri rauninni bara hluti af landvörnum Bandaríkjanna fallið. Vegna þess að þá svo auðvelt fyrir óvinnugt ríki að sigla í Norður Atlantshafið og bara leggja kjarnorkukafbátum fyrir utan Manhattan og ógna öllu stórborgurum í Washington, í Bandaríkjunum. Þetta vilja þeir ekki og ég hef sagt sko, okkar varnir, gagnvart Rússum til dæmis, eru tryggðar svo lengi sem Bandaríkjamenn telja sjálfir að við séum mikilvægir í þeirra eigin vörnum. Og Rússar viðurkenna það. Viðurkenna það og við vitum það hins vegar þegar Bandaríkjamenn töldu okkur ekki lengur eins mikilvæga þeirra vörnu 2006, þá bara lokuðu þeir herstöðin einhliða og bara fóru. Þannig að þetta byggjar þeirra eigin áhættumati fyrir þá sjálfa miklu meira en fyrir okkur. Ég alveg viðurkenni það og alla því haldið því fram og ég held líka að því að við erum á þessu áhrifasvæði þeirra þegar kemur á öryggis- og varnarmálum, ég þegar þeir myndi ekki leyfa okkur að skipta bandamann. Við gætum ekki sagt upp varnarsamningnum, farið á NATO og ætlast að gera bandalagsríki í Kína. Ég held að Bandaríkin myndi ekki sætta sig við það. Skilur bara svo í nefni sem dæmi. Þannig að ríki sem eru áhrifasvæði stórveldis eins og þessa, talanleiki þegar álíka stjórnvöld eru við völd, það stígur fastir jarðar og þá mega lítil ríki síns lítils. Hvað megum við? Segjum að við myndum gera samning við Kínverja að breyta Keflavíkurflugvelli í einhverja svona umskipunar flughöfn fyrir vörur frá Kína. Myndu Bandaríkjamenn bara mæta svæðið það? Þeir myndu gera íslensku stjórnvöldum það ljóst að það væri ekki búið og íslensk stjórnvöld myndu fara eftir því eins og þau hafa gert hingað til. Við höfum alveg séð dæmi þetta. Við sáum það Heldur að bandarísk stjórnvöld hafi stoppað Íslendinga í að taka þátt í Belt og Braut? Ég er alveg samfærður það. Pence varaforseti lýsti því yfir eftir hann átti fund með forsætisráðherra Katrínu Jakobsdóttir og saði niðurstöðu að fundarins væri svo Ísland, hann gekk út af fundinum eins og manst, hann gekk út af fundinum og lýsti því yfir að það hefði verið ákveðið að Ísland myndi ekki taka þátt í Belt og Braut. Íslenski forsætisráðherra kannast og vísa ekki við þá ákvörðun, en við höfum ekki þegið boð kínverskra stjórnvalda síðan að ræða þessi mál. Þessi ákvörð var tekin út frá þessu sem þú út að lýsa að við erum hluta af öryggis eða áhrifasvæði Bandaríkjanna og það að fara gegn vilja þeirra myndi kosta okkur. Í öryggis- og varnarmálum myndi það, ég er ekki viss við höfum val í öryggis- og varnarmálum, ég myndi ganga það langt, skilurðu. Í augnablikinu, í stöðu heimsmála eins og hún er núna, þá er ekki viss við höfum val í öryggis- og varnarmálum. Og jafnvel kannski ekki 2006 því náttúrulega varnarsamningurinn var ennþá í gildi og við vorum ennþá í samvinnu við Bandaríkin en það er samt dálítið munur á Grænlandi og Íslandi vegna þess að bandarískir ráðamenn hafa allar götur frá því bara 19. öld sérstaklega á 20. öldinni skilgreint vesturhveljarðar frá syðsta odda Argentínu til nyrsta odda Norður Ameríku, innifæli Grænland sem bara hluti að þeirra svæði sem þeir vilja hafa tögl og haldir á. Það er alveg klárt. Við erum svona góðu eða illu. Góðu eða illu. Helst góðu en ef það þarf að vera illt þá gerum við það. Það er eins og sagan segir okkur í Mið- og Suður Ameríku. Þeir hafa rauninni í Mið- og Suður Ameríku þá hefur engu ríki nokkuð tíma leifst að vera til langa tíma með ríkisstjórn sem er mjög ansnúðin bandarísku stjórnvöld. Eina ríkinu sem það hefur tekist til Kúbu. Öðrum ríkjum hefur ekki leifst af.
Það hefur bara verið stigið inn í það. Og Kúba þurft að borga fyrir það með heiftarlegum viðskiptaþvingunum. Já, algjörlega. En við erum þarna svona mitt á milli, klárlega áhrifasvæði Bandaríkjanna á Norður Atlantshafið sem þeir telja sig þurfa að hafa yfirráð á, en við kannski erum ekki alveg á sama stað á Grænland og auk þess sem hér ekki að finna þessa góðmálma eða mikilvægu málma sem ég held að bandarísk stjórnvöld séu fyrst og fremst að sækjast eftir á Grænlandi og ástæðan fyrir því ég segi það er bandarísk stjórnvöld geta farið fram eins og þeir vilja varðandi bara varnir og öryggismál Grænlandi eins og þeim geta verið með hvað segir maður umsvif bandaríska hersins geta verið í smíkjur á Grænlandi og hann kæri sig Þeir þurfi ekki að taka yfir Grænland til þess að vera með aukin hernaðileg umsvif. Og þeir ekkert með neitt yfirþyrmandi umsviðar, enda þetta sem að Trump að lýsa einhverjar ferðir kínverskra og rússneska skipa, það líklega þetta bara yfirvarp, þar sem hann að tala fyrst og fremst að hann þarf út á öryggishagsmunum Bandaríkjanna, þá þarf hann að ná auðlundum Grænlands. Já, ég heyrði það, í gær sagði Valur Ingimundarson, sagnfræðiprófessor, sem var mjög góð viðtali hérna hjá þér í byrjun desember. Hann sagði að það var ekki nema 150 bandarískir hermenn á Grænlandi og ég hef það eftir öðrum heimildum að þetta sé bara alrangt á Trump að það sé einhver mikil umsvif eða nokkur umsvif kínverskra og rússneska skipa. Við strendur Grænland, það sé bara ekki rétt. Það eru við rússneski kafbátar á Norður Atlantshafi, kannski kringum Ísland, það eru Bandaríkjamenn að fylgjast með, en það engin aukin umferð í kringum Grænland. Þetta bara uppspunni frá rótur. Þannig fyrst og fremst að horfa á auðlindir, eins og væri kannski hægt að segja með Venezuela. Fyrst og fremst og það var þessi blaðamannafundur á laugardaginn, hann var raunin stórmerkilegur. Fyrir margra hlutasakir. Eitt var það að bara Trump viðurkenndi það, kannski bara fyrstu Bandaríkjaforseta, þetta snerist fyrst og fremst auðlindirnar, aðgangu auðlindinni. Það sem eins og aðeins nýtt að Bandaríkin allir ekki einu sinni vilja ekki einu sinni hafa lepp. Þeir vilja ekki hafa leppstjórn, þeir ætla bara að stjórna sjálfur. Trump segir að Venezuela sé stýrt frá Washington, sem virðist nú ekki vera alveg rétt, en það sem það vill helst, og menn spyrja af hverju bara gera hann ekki bara hagstæða viðskiptasamning við Grænland og Danir og Grænlandingar hafa sagt, þú bara fær þennan viðskiptasamning sem þú vilt, þú mátt bara vera með þau hernaðar umsvif sem þú vilt, það nægir Trump ekki. Vegna þess, eins og ég sé það, hann þolir ekki neina milliliði. Hann ætlar bara að ráða þessu sjálfur. Hvernig, það var náttúrulega blaðamennir sem að margir eru náttúrulega þaulvanir, en í flestum fjölmiðlum þannig að þú ferð ekki í Hvítahúsin nema að vera með mikla reynslu og fólk er með mikla þekkingu. Þegar hann var búinn að lýsa þessu yfir sig að þeir væru búin að ná völdum í Venezuela, að þeir ætla að stýra Venezuela, en samt var ekki Bandaríkjamaður í Venezuela og þá spurður náttúrulega blaðamenn, hvernig ætlar að gera það? Af því það skildi enginn hvernig það átt að gerast og hann manst ekki að hann sagði bara að þeir sjá þetta, eitthvað svona, mjög skrítið og núna virðist vera, af því það er svo erfitt að ráða í þetta, það virðist vera að hann trúi því og Marco Rubio líka, að þeir sé að stýra Venezuela í gegnum einhvern svona samkomulag við varaforsetann sem er núna gegn í starfi forsetans hvernig eigi að stýra olíuframleiðslu. Já, það er ekki eins og þeir ætla að senda þarna að Rubio verði landstjóri í Venezuela eða? Nei, hvað sem að segja þessa árás Bandaríkjamanna á Venezuela og handtöku forsetans, það er augljóst að Trump og hans fylgisveinar í Washington eru með tregi til þess að staðsetja hermenn í Venezuela, þeir gera sig grein fyrir því að það geti leitt til átaka og að bara bandarískir hermenn fara að falla. Þeir vilja ekki fara að flytja inn líkpoka frá Venezuela. Gríðarlega mikið af vopnum í Venezuela, það menningarleg hefð fyrir skæruliðasveitum, þannig að þeir verðu að glíma mjög fljótlega við bara skæruhernað í landi sem er töluvert stærra en Úkraína til dæmis. Já, þeir munu gera margt áður en það kæmi til þess. Ég er ekki að sjá að þeir ætla að fara að ráðast með herlið inn í Venezuela. Það kæmir ekki óvart, það eru fleiri árásir á landið, fleiri svona handtökur ef að núverandi stjórnvöld fari ekki einu öllu eftir vilja bandarískra stjórnvalda. En manni finnst nú eins og það hefur nú gerður einhvers konar samkomulag bakvið tjöldin
við þá Delcy Rodríguez, nú starfandi forseta núna, og aðra, og það má kannski segja hvað sem manni finnst þetta allt saman, að sko, ef að á að koma á frá þessari harðstjórn og koma á lýðræði, landið náttúrulega má ekki lendi í ykkur algjör upplausn og kaos, það þarf að vera eitthvað tímabil, ykkur þarf að stjórna meðan að það verið að undirbúa lýðræðislega kosningar, það verið að undirbúa jarðveginn fyrir lýðræðislega öfl að skipta svo skoðunum. Við hefur Trump takmarkan áhuga þessu. Hann talar meira að það þurfi þetta til þess að geta komið olíuvinnslun í gang þannig að stór bandarísk fyrirtæki geti sko... Honum er meira umhugað það. Hann talar bara út frá því. Hann talar bara út frá því. En það má ekki heldur gleyma því að náttúrulega stjórnarandstaðan er náttúrulega líka öflug í Venesúela því bæði innanlands og utan, þannig hún mun ekki sitja þegjandi til lengdar að þessi núverandi stjórnvöld fái bara að vera þar áfram og ekki verði kosningar í einhverju svona nánustu framtíð. Ég hef nú trú á því. Líklega hefur herinn sagt við Bandaríkjamenn að það yrði ekki friður það að stjórnarandstaðan kæmi og tæki yfir völdin. Og þess vegna hafa þeir kosið að semja frekar við herinn. Það var náttúrulega varnarmálaráðherrann 4 stjórnu hershöfðingi og mjög valdamikill maður líka. Já. Þannig að þetta hljómar svolítið eins og þetta sé samkomulag við gömlu að við mögum taka Maduro og við gerum svo samning í anda þess sem hann var búinn að leggja til að við bara aukum viðskipti við Bandaríkin, að slakna á viðskiptaþvingunum og þá verður aukin hagsæld í landinu og vonandi kemst á friður auktum í höndinni. Það gæti hafa verið nálgunin, já. En því miður verður við að vera að geta okkur þess til vegna þess að það sem að Trump kynnir hvað hafi verið gert út af hverju er eiginlega svo óskiljanlegt að það er eiginlega ekki hægt að trúa því. Nei, sko, þó maður eigi að taka mark á því sem hann segir. Já, sko, meðan að ég tel mjög mikilvægt að við tökum Trump alvarlega eins og það segist ætla að koma stjórnvöldum í Venesúela frá, ætlar að taka yfir Grænland, þá er ekkert að marka útskýringar hans. Það er ekki, en hann vísir sko, talar oft af sér, eða talar af sér ekki, eða svona, hann talar svona, sakleysislega, eða bara sem eins og Bandaríkja forsetar hafa ekki lyft sér, þeir hafa aldrei vilja viðurkenna opinberlega. Hann hugsar upp á þessu. Já, að þeir séu að seilast eftir völdum í Mið- og Suður-Ameríku vegna auðlindana. Þeir hafa nú alltaf bara haldið í því svona fyrir sig, sko, þó allir hafi vitað að það hefur verið annað. En nú bara segir hann þetta blákalt. Hann er að vísu að halda fram í tilfelli Grænlands að þeir þurfa grænlendingum út á vörnum að halda. Það snýst ekki það að ég held, þetta snýst bara auðlindirnar og þá held ég líka að sko bandarísk stjórnvöld þau eru ekki bara að hugsa til næstu 3 ára til lokkjörtímabil Trumps, þau meta það svo og sem ég held að sé ákveðnir rétt mat, þau þurfa á auðlindum og málumannum í Grænlandi að halda til þess að vera ekki háð kínversku stjórnvöldum. Og stórveldi Bandaríkin er orðið í það erfiðri stöðu að það eru háð kínversku stjórnvöldum þegar kemur að framleiðslu bara hjá Tesla eða Microsoft eða Apple og þetta er náttúrulega ómöguleg staða fyrir ríki sem vill verða sterkast í heiminum. Kemur langt á undan þeim í fágætum málmum. Já, þannig að því leitunum til án sem ég vil allir þetta í huga réttlæta aðgerðir Trumps, þá verður að skilja þær út frá þessu. Og olían spila líka inn í þetta sko, hann er engar... Þetta er bara svo nýlenduveldi. Já, bara afturhvarf til 19. aldar pólitíkur, sko, en við höfum aðeins að passa okkur á því að mér finnst, sko, að segja að þetta sé eitthvað alveg nýtt og eitthvað bara sem við hefum ekki séð áður, vegna það er ekki þannig, vegna þess að við höfum séð áður heimsmynd, þessi Bandaríkjamenn skiptu alltaf ríkisstjórnir í Mið- og Suður-Ameríku, við höfum verið í heimsmynd þar sem stórveldi skiptu heiminum milli sín í áhrifasvæði og tóku svona á í útjöðurunum, sko við höfum alveg verið í þessum heimi fyrr, hann hefur víst ekki verið til staðar síðustu 35 ár, það er það sem er nýtt í stöðunni. Margir trúðu að hann væri bara farin og kæmi ekki aftur. Já, það margir trúðu á það. Já, og þetta er ný staða fyrir lítil ríki eins og okkur sem þar gæti staðið frammi fyrir því sem er kannski ekki staðið frammi fyrir áður og því litir það nýtt ef við þurfum að velja á milli Bandaríkjanna og Evrópu.
Svo það líka það skiptir máli þegar, ég veit ekki hvað þetta gríman falli eða tjöldin eru dregin frá eða eitthvað slags, það kemur í ljós hversu þetta byggir á því að ná undir sig auðlindum til þess að gera Bandaríkin sterk, að þegar þetta orðið svona bert, að þá það allt önnur staða. Ég held að bara 3. janúar fyrir Grænland hafi breytt öllu. Það ekkert skjól í einhverju svona hugmyndum alþjóðalög eða eitthvað svona. Þetta bara eins og var sagt einhvern tímann, þetta bara hagsmunir. Þetta bara ógeðslegt samfélag. Það engar hugsjónir, þetta bara hagsmunir. Og ég held til dæmis að eins og Kanadamenn sem hafa kannski verið að velta fyrir sig, hvaða mark eigum að taka á þessu að innlima Kanada? Og allt í einu stendur utanríkisráðurinn og segir að við eigum að taka mark á hann og hann heldur áfram að svona í að þessu. Allt í einu þetta bara óöryggi sem á þessum svæðum sem að töldu sig að vera í skjóli vegna þess að þau væri svona réttu megin einhvern veginn við búlín. Allt í einu það bara farið sko. Já. Það tengist okkur svolítið held ég. Það er orðin ógn. Já. Þess vegna verðum við að skilgreina okkar stöðu gagnvart Bandaríkjunum út frá bara hreinum hagsmunum Bandaríkjanna. Og þetta ekki vinaþjóð, þetta ekki forysturíki hins frjálsa heims, gleymum bara þessu. Hvað það sem Bandaríkjamenn ætla sér með Ísland? Já, sko, það sem þeir ætla sér með Ísland að hafa Ísland í framlínunni og verja landið hugsanlegri árás í framtíðinu frá Rússlandi eða Kína. Ég ekki að spá því að sé að koma stríð til þess að tryggja eigin varnir. Þeir ætla, við erum í framlínunni. Þannig það á að koma vekk fyrir að óvinna sveitir Bandaríkjanna nái yfir á Norður Atlantshafi. Það ætlaði sér að gera, þess vegna erum við áhrifasvæði þeirra. Við heyrum hvernig íslenskir ráðamenn tala, þingmenn sem og ráðherrar. Mér finnst þér tala með þeim hætti að eins og við séum áhrifasvæði Bandaríkjanna sem við vissulega erum. Og það verður að skoða málflutning þeirra í því ljósi. Þeir eiga rauninni jafnvel erfitt með að tala með öðrum hætti. Þó ég hef verið að benda á það að mikilvægi þess að þeir tali mjög skýrt fyrir alþjóðalögum og fullveldisrétti í ríkja og mér finnst þeir hafa nú skert á því. Utanríkisráðherrann hefur núna talað að mér finnst með afdráttarlausari hætti heldur hún gerði í upphafi. En auðvitað þurfa þau að, þetta bara staðamála. Við erum áhrifasvæðar eins og hún nefnir. Það þýðir ekki okkur öll sund séu lokuð og þú segir það ekki fyrir smáríkin. Alþjóðastofnanir eru helsta skjól sem smáríki geta fengið og það miklu öruggara og tryggara skjól í alþjóðastofnunum heldur í tvíhliða skjóli lítils ríkis hjá einu stórveldi. Vegna þess að ef stórveldinu snýst hugur þá getur skjóli breyst í gildru. En stórveldi tekur ekkert mark á alþjóðalögum. Fyrirlítur alþjóðastofnanir, fyrirlítur Sameinuðu þjóðirnar. Já, auðvitað það vand með þar, en það tekur ekki mark á alþjóðadómstólnum. En það samt sem áður, það eru leikendur í alþjóðakerfinu eins og til dæmis Evrópusambandið sem gríðarlega öflugt bæði efnahagslega og að verða meira hernaðarlega öflugt sem skiptir máli og Trump verður að taka tillit til á einhverjum tímapunkti. Hann á í samningaverðin við Evrópusambandið á mörgum sviðum, þannig það skiptir máli. Ég held til dæmis að Ég held að hann fyrirlíti Evrópus. Hann gerir það, hann gerir það, en samt sem áður, Og þegar þeir hlaupum eins og hauslausar hænur einhvern veginn út af viðbröðum við honum, hann hlæra þessu. Sleikja hann upp, En það náttúrulega kemur til vegna þess að leiðtogar Evrópuríkja hafa ákveðið að láta bandaríska skattborgara borga fyrir sér varnirnar. Og bara hlaupandi og reyna að þóknast honum. Já, og það afleiðing af þess. Þeir hafa ekki sjálfstæðu utanríkisstefnu. Ef að Evrópuríkin gætu staðið á eigin fótum þegar kemur öryggis- og varnarmálum, væru þau í allt annarri stöðu gagnvart Bandaríkjunum. Auðvitað, maður vill ekki vera að tala fyrir hervæðingu, og verja þessum gríðarlega fjármunum í varnir. En það getur bara, ef þú vilt standa á eigin fótum, bæði til að verjast, það eru daglega skærur
að hálfu rússneska stjórnvalda í Evrópu. Það er stöðugar svona minni árásir rússneska stjórnvalda. Ef við viljum verjast þeim og verða sjálfstæðir gagnvart Bandaríkjunum, þá verða Evrópuríki að standa á eigin fótum í öryggis- og varnarmálum og það mun kosta mikið. En þá er það að ná Evrópu saman. Því að þegar að Bandaríkin eru farin, segjum til þess út úr NATO, það er svona, ég meina áður sáttu Bandaríkin bara vendan og sögðu hvernig þetta vera. Og það er bara svona þetta huglæga, þau eru þarna. Að það veldur því að þeir draga hönd sína tilbaka, að þá er þetta með hringlaga borð og þarna er Þýskaland og Frakkland og Pólland og ég meina bara allt í einu að gera ólíkir hagsmunir í öryggismálum, í efnahagsmálum. En sem styrkleika Evrópusambandsins og Evrópu liggur í því að menn tala sér niður á niðurstöðu. Og það er náttúrulega það sem við eigum að gera í alþjóðasamvinnu og skiptir mjög miklu máli fyrir lítil ríki. Lítil ríki eins og Danmörk eða Finnland og Svíþjóð, þau hafa innan Evrópusambandsins rödd við borðið. Það er tekið tillit til þeirra hagsmuna. Þau ráða enga veginn för, en það er tekið hagsmunamat þeirra er tekið inn í ákvarðanatökuna sem á sér stað. Og auðvitað líka mikilvægt með að Evrópusambandið þarf að við sína styrkleika, koma sterkt fram, en það þarf líka ákveðin sveigjanleika að leyfa þá. Það eru ríkisstjórnir í löndum eins og í Tékklandi og núna Slóvakíu og Ungverjalandi sem vilja feta aðra veg, kannski tímabundið hjá þessum stjórnvöldum, þá eru þau bara ekki með í einhver ákveðinu hlutum. Það er líka bara allt í lagi. Skilja, þá eru það 24 ríkja 27 sem eru í samstöðu. Við ætlum ekki að þvinga litlu ríkin innan Evrópusambandsins að gera eitthvað sem þau vilja ekki. Það brotnar sambandið. Já, það brotnar það bara upp. Þannig að þetta er hvorutæki mikilvægt að sína festu en að sína sveigjanleikum leið. Og það er það sem er kannski sérstaklega gott í þessari Evrópusamvinnu. Ég ætla ekki að vera með svona hæðni en Evrópa hefur komið sér saman núna hvernig kló á að vera á brauðristinni, náðu samkvæmum það. Núna þegar Bandaríkin er komin, að þá eru komin þá er þetta öryggishagsmunir. Það, þú veist, tilvistarlegt öryggi ríkisins. Það er allt öðruvísi í Eystrasaltslöndunum heldur í Portúgal. Og Evrópa hefur einhvern veginn notið þess eða liðið fyrir það að Bandaríkjamenn eru þessi sterki aðili þannig að þau þurfa ekki að komast að samkomulagi svona megin erfiðustu málin. Þau hafa verið eiginlega sloppið við það með einhverjum hætti. Líka í sambandi við að nú út af hervæðingun og fleira þá er meira álag á Evrópu við viðbröðum og núna fara peningarnir að skipta miklu máli. Við sáum það í stuðningunum við Úkraínu að það klofnar á milli. Það er ekki allir til að horfa á þetta með sömu hætti. Þeir sem eru fátækari löndin sem hafa fengið eitthvað frá Brussel að þau horfa á það að kannski mun þá bara tæmast allir sjóði til okkar og þannig að það sem ég sé fyrir mér er að eins og Evrópa eftir að ganga í gegnum rosalega langan tíma þangað til að það sé hægt að tala sig niður á einhverja samíla niðurstöðu í þessu stóru málum og ég er ekkert viss endilega að það haldi, þú sér það bara þau gátu ekki skrifað undir samningu fríverslunarsamningu þessi 4 lönd í Suður-Ameríku sem að hefði, ef þú ert að tala að Evrópa verið að sína styrk sem að hefði verið lykilatriði til þess að sína þann styrk. En það var bara ekki pólitískt trek til þess að klára undirritunina. Nei, það hefur alltaf verið þannig þegar kemur að fríverslunarsamningum innan Evrópusambandsins vegna þess að þau eru öll hvert og eitt ríki er að vinna sínum hagsmunum sjálfsögðu. Það sem ég sé hins vegar miklu frekar er það að hvað hefur þrátt fyrir ólíka hagsmuni náðst til þess mikil samstaða aðgerðir í Úkraínu, að styðja við bakið Úkraínu að stórauka útgjöld til öryggis- og varnarmála, við getum deilt hvort það sé en það hefur orðið samstaða meðal 24 af 27 ríkjum innan Evrópusambandsins að gera þetta og það er alveg rétt hjá þau hafa mjög ólíka hagsmuna gæta og ólík landfræðileg staða. Við erum með hlutlaus ríki eins og Írland og Austurríki innan sambandsins. Við erum með Portúgal sem stafa nú ekki mikið ógn af Rússlandi, skiljiði, miðað við Eystrasaltsríkin, en samt sem áður er að nást samstað þessa málaflokka og hvernig Evrópusambandið er til dæmis að taka á þessu og til dæmis hvernig það tókst á við heimsfaraldurinn COVID á einstaklegan bara öflugan hátt að steig inn í það krafti sem hefur verið
sko miklu erfiðara fyrir Evrópu sem heild sín að takast á við faraldurinn ef Evrópusambandið hefði ekki verið til staðar. Það var lykilgerandi í því að útdeila bóluefni og það væri hægt að taka á þessu með skjótvirkum hætti. Þannig að ég líti á þetta meira sem sko hvað hefur rauninni gengið vel að ná saman þessum ólíku hagsmunum og reyna þó að taka tillit til allra aðalega við borðið og komast ekkur niðurstu. Auðvitað verður þetta eins og oft til þess að manni finnst stefnan ekki nógu skýr, en hún samt nokkuð skýr þegar kemur í Úkraínu og að tryggja varnir og öryggi. Við þau mættu rífa sér svolítið í utanríkisstefnunni frá Bandaríkjunum, til dæmis í varðandi Ísrael og meiri sér viðskiptaþvinganir á Íran og svona ég sé ekki pointið í því að Evrópa sé taka þátt í því. Bara skilur það ekki. Það má alveg rökstyðja það og það er náttúrulega mjög óskipta skoðanir meðal ríkja í Evrópu gagnvart Ísrael og stríðinu sem geisar á Gaza. En Evrópu alltaf verið svo háði að megi ekki fara gegn vilja Bandaríkjanna, þannig að þeirra utanríkisstefna alltaf svona hálf eins og hún séð með brotnan heskil, sko. Get ekki beitt sér. Nei, vegna þess að hún háð við orðnum Bandaríkjanna. Hún þarf að næstu komandi árum að tryggja það, hún sé það ekki lengur. Þá getur hún líka tekið miklu meira af skarið varðandi hvernig Evrópa sér fyrir sér samskipti til dæmis í Kína. Skilur, hvort hún vill að hún þurfi ekki að fylgja Bandaríkjanum að málum þar. Þegar Bandaríkin ákváðu þetta að vera sín höfuðandstæðingur, það ekki þar með að það sé höfuðandstæðingur Evrópu. Við höfum ekki að láta Bandaríkjamenn ákveða það fyrir okkur. Evrópa þarf að taka sjálfstæð ákvörðu það hvernig hún vil haga sínum samskipti við Kína. Þannig að það er mjög mikilvægt að þessu leiti. Þannig að sko ég hef ennþá trú á mikilvægi, ég hef sko mikið trú á mikilvægi alþjóðastofnana sérstaklega á óvissu tími sem þessum. Þegar Bandaríkin að grafa undan öllum alþjóðastofnunum, þá ert þú ekki einn af þeim sem vil henda þá Evrópusambandinu á bálið. Ég meina þær alþjóðastofnanir hafa aldrei verið mikilvægi heldur en núna. En aldrei veikari kannski. En það er reyndar... Nei, ekki Evrópusambandið. Hún Þórdís benti nú á það og hefur bent á það hér líka í Silfrinu sem þú varst í. Maður getur líka séð það sem alþjóðastofnanir hafa kannski aldrei verið sterkari eins og alþjóðadómstólar. Já. En þannig það oft í svona heimsenda tímabili að það fjarar ekki allt út í aft, það getur verið svo sprikl. Til dæmis Norðurlandasamvinnan, þegar kemur að því við ræðum mikið öryggis og varnarmál, hún hefur aldrei verið sterkari þegar kemur að þessu. Ég efast að samband á milli leiðtoga ríkjana, utanríkisráðherra ríkjana, þegar kemur öryggis og varnarmál, það hefur aldrei verið betra. Og líka núna samvinna okkar við Þjóðverja og Breta. Þannig að við erum smá saman að færa okkur í auknum mæli í að vinna með Norðurlöndunum og öðrum ríkjum Evrópu að öryggis- og varnarmálum. Við erum að fjölga í stoðum þjóðaröryggisstefnunar, erlendum stoðum þjóðaröryggisstefnunar, að ég tel ef að það kemur eitthvað upp á, ef að bandarísku stoðin brestur. Ég held að utanríkisráðherrann myndi ekki orða þetta svona, hún myndi ekki geta sagt það en ég held að ástæðan fyrir því og hún að stefna í þessa átt svo, hún ætlar að vera búin að tryggja aðra stoðir ef þessu bandaríska brestur. En Evrópa mun ekki verja okkur gegn Bandaríkjunum. Það er bara ekki burðið til þess. Ekki næstu áratuginu, ekki meðan við verðum á lífi. Nei, ég er nú ennþá því að okkur stafi nú ekki hernaðarlega ógn af Bandaríkjunum. Grænlandi stafur ógn af Bandaríkjunum, klárlega. Ég held hins vegar því miður að ef að Trump lætur verða af boðari stefnu sinni að taka yfir Grænland, sem Rubio og utanríkisráðherra segir við að taka trúarlega. Auðvitað mun Evrópa mótmæla mjög harkalega, Danir hæðst sem og við og önnur Norðurlöndin. En ég held, eins og ég sagði í Silfrinu í gær, Evrópa mun ekki fórna NATO eða varnarsamstarfi eða viðskiptasamskiptu sínu við Bandaríki fyrir Grænland. Það mun ekki gera það. Það er ómikið... Sendi herran á teppið, eins og sagðir. Já, og ég efast ekki það að Danir myndu slíta stjórnmálasambandi við Bandaríkin, skilur það gæti fara út í eitthvað þannig. Mikil mótmæli, en það er of mikið í húfi, ef maður bara metur þetta kalt, hvað sem manni finnst málið, það er of mikið í húfi að slíta tengslin við Bandaríkin. Aðeins Evrópusambandið, því að það sem heldur Evrópusambandið núna ótti við Rússland.
Svo er það náttúrulega eitt sem að heldur Evrópusambandinu saman eru Bretarnir náttúrulega sem að bjuggu til síni svona því hvað gerist þegar þú ferð út úr Evrópusambandinu. Þannig að öll löndi sem eru inni, þau vilja ekki fara út því að Bretland hefur sýnt að það er ekki góðu leikur. Já. Þannig að öll andstaða vilji til þess að fara úr eins og var á Ítalíu og einhver leiti í Frakklandi og víðar að þetta er eiginlega þagnað. Já, mér er gaman að nefni þetta vegna þess að og ég tek stundum Brexit sem dæmi það því að stjórnmálaskýrendur sem ég kannski tilheyri líka sko margir hverjir hafa algjörlega rangt fyrir sér eftir að Bretland ákveður að í þjóðaratkvæðagreiðslu að ganga út úr Evrópusambandinu, þá spáðu flesti stjórnmálaskýrendur því að nú kæmi bara, nú myndi eflast andstæða í Danmörku, í Hollandi og í Frakklandi og þessi ríki myndu líka fara jafnvel út á næstunni. Ég var ekki þessari línu og sagði það er ekkert sem segir hvað þetta muni gerast þó að hreyfingar andstæðinga aðeldar ESB voru sterkar í þessum 3 ríkjum á þessu tíma. Það þveröfuga gerðist. Þegar við sáu sem þú nefnir hvað gerðist í Bretlandi, hvað það var efnahagslega óhagstætt fyrir Breta og samfélagslega óhagstætt, þá eldist, jókst stuðningur við Evrópusambandsaðild í öllum ríkjum Evrópusambandsins. Sko hefði þörfur áhrif heldur með héldu að myndi gera. Með héldu þetta er svona spillover, þetta er bara svona snjóbolti sem myndi við sig, það gerist ekki. Þannig við skulum, og hvað sem Trump er að gera í dag, þess vegna skulum við ekki afskrifa alþjóðastofnanir og gleyma okkur. Og ekki spá hægri bylgju þar sem einhverju Trumpista munu taka völdin í öllum Evrópuríkjum. Nei, sko, ég hef ennþá trú á því, í þessu samhengi, að Bandaríkjamenn sjálfir munu snúa við blaðinu. Við sjáum það í þeim kosningu sem hafa átt sér stað eftir að Trump tók við völdum að demokratum hefur aldrei gengið betur. Skiljið, þannig að það sýnir okkur að, og ég myndi bara gera ráð fyrir að svo þróun haldi áfram. Svo mættur bæta því við að þær niðurstöður ef að demokratar kæmust að völdum að þá mun það ekki verða jafn mikil breyting á stjórnarháttum og menn gætu ætlað. Það þarf eiginlega að fylgja með því að sömuleyti breytti það sem að Trump breytti í utanríkisstefnunni að Biden hélt í bara áfram. Já, það er erfitt að Kína og það er eiginlega byrjað í Obama og þannig að það er ekki alltaf. Nei, við náttúrulega bara vitum það ekki nákvæmlega en það er því náttúrulega mikill hins að munur á stjórndemokrata og republikana. Hann er því gríðarlega mikill, sko. Ég hins vegar held að Evrópa þurfi helst að óttast ef að þessi helstu ráðgjafa Trumps og ráðherra kæmist til valda. Þessi miklu hættulegri gagvart varðandi tengsl, að við halda góðum tengslum milli Bandaríkjanna og Evrópu heldur en Trump. Og þá er ég að tala um Vance og stríðsmálaráðherrann og Miller helsta ráðgjafa. Þessir helstu ráðgjafar hans sem vilja ganga enn lengra heldur en hann. Ég held að sko Trump sé svona pragmatismi, bristi. Meðan þeir eru hugsjónamenn. Og líta á Evrópu sem bara sjúka alveg. Já, og bara boða sem ég finnst lítið fjallaðum hér á landi, sko bara afskipta innanríkismálum í Evrópu. Aftur, þetta er ekki nýtt. Út frá sjónarhóðni einhvers svona hvítrað yfirburðaríkju, sko. Já, sko annars konar þjóðarríkisstefnunni. Já, sko annars konar afskipta innanríkismálum en á sama tíma, gleymum því ekki að þetta er ekki nýtt. Bandaríkjamenn skiptu sér rosalega mikið að innanríkismálum í Evrópu á tímum kalda stríðsins. Þeir stóðu ekki fyrir byltingum, þeir eru aðstöðu nú, reyndu nú eitthvað í Grikkland og eitthvað svona, sko, en sko, þeir reyndu að hafa mikil áhrif með stefnu sinni á innanlandsmál í ríkjum Evrópu. Það er ekki nýtt, en þeir hafa ekki verið að reyna að gera það síðustu 35 ár, en nú ætlaði sér að gera það. Við þekkjum bara okkar sögu að það voru áhrifamenn í Sjálfstæðisflokknum sem fóru bara vikulega og fengu línuna í sendiráðinu. Þetta er komið fram í frásögnum manna. Já. Þessi innan kaldastríðið fyrir okkur er átök innanlands. Það stundu verið að tala um það eins og þessi heimsátök. En kaldastríðið er líka átök sem er inn í samfélaginu. Það sem er verið að baráttan völdin í verkalýðshreyfingunni og
verið að halda fólki frá eins og bent á stöðum, lánum og bara einhverju vexend í lífinu út af stjórnmálaskoðunum, verið að fylgjast með fólki, skrá stjórnmálaskoðunum þess. Kaldastríði var bara á götum Reykjavíkur. Já, og þá kemur því líka, þó ég hef mikið, eins og við nefndum í upphafi, mikið skrifað mikilvægi þess að smáríki njóti skjóls, þá nýtur smáríki aldrei skjóls að kostnaðarlausu. Það fylgir því alltaf einhver kostnaður og hann getur verið efnaðislegur en hann getur verið í því að þú þurfir að fórna utanríkisstefnu þinni. Hér á landi hef ég líka skrifað það, kostnaðurinn fólks í þeim innanlands átökum sem þú varst að lýsa. Þannig þó við nýtum hernaðarlega vernd af Bandaríkjanna á tímum kalda stríðsins, kostnaðurinn var í gríðarlegu átökum innanlands sem líka bara splundraði heilu fjölskyldunum. Splundraði fjölskyldunum og var sömurleiti fjármagnaðar ekki bara, ég er ekki einhver svona svokölluð rússagulli frá Bandaríkjunum, heldur bara eins og með samningum verktakavinnu á Keflavíkurflugvelli sem var skipt á milli Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks til þess að fjármagna þá flokka að sömu ykkur leiti. Þannig að það var bara raunveruleg afskipti og þetta er saga sem að ég held að við mættum nú aðeins skoða betur á Íslandi. Mér finnst það allt of mikið verið bara að fjalla svona vinstri hlutan af þessu, einhver svona menn að ganga þar upp og játa á sig einhverja syndir. Mér finnst það vanta eiginlega hinasöguna inn í svona seinni hluta 20. aldar sögu í Íslandi. Já. Það er svo ég ætla að draga í það. Nei, algjörlega. Ég finnst það gaman að því það, ég veit það allt annað en ég finnst best gaman að því, vinstri sinna þingmenn og þingi eða í miðjunni, þeir fá mestu fyrirsagnir í íslensku blöðum ef þeir biðja sjálfstæðismenn afsökunar. Það er eftir þannig. Ef þeir játa ef þeir hafa gert eitthvað á hlut sjálfstæðisflokksins, þá fá þeir fyrirsagnir í íslensku blöðunum. Því það er það sem menn eiga náttúrulega að gera. Hvort sem það eru óbreytti þingmenn eða forsetar Alþingis, þeir þurfa að biðja sjálfstæðismenn afsökunar. En ég hef þetta þannig skjól og ég hef grunað að þú ætlar að fara að benda að við að fá skjól í Evrópu. Þeir eru með Evrópu að hangi saman á óttanum við Rússa og fordæminu frá Bretlandi. Það vantar svolítið að ef við hefum verið að tala um Evrópu, segjum 95, þá hefur við verið að tala um eitthvað svona hugsjón, hvert við ættum að fara með samfélagið og þannig að núna er þetta meira svona viðbrögð við aðstæðum og eitthvað fleira og kannski eftir að koma í ljós hvernig þeim gengur. Þú trúa því að fólk tali sér niður á góða niðurstöðu. Við erum utan. Þannig þetta er það sem heldur þeim saman sem eru inni. En það er ekki þar með sagt að þetta sé góðu kostu fyrir okkur sem er fyrir utan eða normenn. Það er ekki hægt að merkja í skoðanakönnunum í Noregi að það sé að aukast fylgi við að gangi í Evrópusambandið og stjórnmálafólk þar bara þvertekur fyrir það. Við ætlum ekki að fara aftur í þær erfiðu umræður innanlands sem að fólust í þjóðaratkvæðagreiðslunum 73 og 95 ef ég maður rétt. Þeir ætla bara aldrei að gera það. Þess að ég minna aldrei ég hugsa að komið fyrir að ég heldur með höldum. Það er norðmenn að gera það? Já, umræðin er í vaxandi mælu og ég sé það á síðustu dögum að það eru aðilar innan verkamannaflokksins sem eru farin að tala fyrir því að norðmenn þurfi bara að ræða þetta þurfi að vera upp að borðinu en varðandi fyrst sem hún nefnir varðandi hvað Evrópa stendur fyrir ég held einmitt að það hafi sjaldan er aldrei blasa skýrar bara við höfum aldrei séð skýrari mun annars vegar á því hverju Evrópusambandið og ríki Evrópusamvinna þeirra á hvað grunni hún byggir á miðað við Bandaríkin. Menn er að hafa dusta ríkið af því að Evrópusambandið er myndað til þess að koma á friði í Evrópu, stuðla friði, byggja upp lýðræði, virða mannréttindi og koma frjálsum viðskiptum. Ég held að það sé einmitt þessi gildi sem ríki Evrópu, minnst í Vestur-Evrópu, hafi hávegum sem séu sterkustu stoðir samvinnurinnar í dag. Og í vaxandi mæli erum við að líta til þeirra og þá er svo kontrastinn, ef ég má sletta, við Washington orðin svo mikil og þá sjá menn þetta betur og þú hefur Evrópu á milli, við sjáum stjórnina í Moskvu, við sjáum stjórnina í Washington og við sjáum stjórnina í Brussel. Það getur vel verið okkur líka ekki við hún eða við stjórnvöld í Evrópu en við vitum það á hvaða grunni ríki Evrópu stjórna og hvað hugsjónum þeir byggja á. En það er ekki vandi að svara og segja að allt sem hún nefnir, að það er í svona hörnunarstigi í Evrópu. Þú talar frið, það er bara stríðin í Evrópu og herrvæðing.
Þú talar hérna lýðræði, ég held að sé bara hérna vaxandi tilfinning almennings fyrir að þau hafi eiginlega engin stjórn í samfélaginu. Þú talar hérna mannréttindi, kannski svo málfrelsi og svona, við höfum séð að í tengslu við Gaza, það er verið að þrengjað málfrelsi fólks í Þýskalandi, það er fólk í fangelsum í Bretlandi, það er fólk í hungurverkfalli, búið að vera 50 dagi í hungurverkfalli vegna þess að það fær ekki að mótmæla Palestínu, verið þjóðamorðinu á Gaza. Þannig að það eru mörg merki þess að þessi hrörnunar enginn innan Evrópu. Og því Evrópu sinna verður að svara því svona. Sko, ég Við getum ekki tala heiminn eins og nætt að vera, við erum að tala heiminn eins og það er. Ég myndi ekki vilja ganga þetta langt. Það er vissulega í umræðunni og hjá sumum stjórnvöldum er til dæmis bakslag í kvennabaráttunni, það er bakslag í réttindum hinsegin fólks, sérstaklega trans fólks og stjórnvöld er að grípa til takmarkana á tjáningafrelsis vegna stríðsins í Gaza vissulega. Þrengingar réttindum, hælisleitenda sem er kannski mannréttinda bara okkar tíma? Já, en ég velti fyrir mig hvort þetta sé ekki meira sveiflur tíðarandans, skilurðu, sem eru bara svona pólitískar sveiflur, hægri vinstri í þessu, heldur en það sé eitthvað svona langtíma stefnumótun og breytingar sem eiga sér stað. Þannig við mögum ekki gleyma okkur því að þetta sé bara endalega komið til að vera. Við höfum séð hægri bylgjur, vinstri bylgjur, miðbylgjur í evrópskum stjórnmálum og þær ganga yfir álfuna, skilurðu. Svo yfirleitt eru menn við stjórnvölinu einhver tíma og þá komast andstæðingarnir að. Þannig að styrkleiki þessa populísku hægri öfgaflokka eru sterkir en þeir eru líka að svo mjög deilum það er leiðin að leyfa þeim að komast til valda, setja við ákvarðantökuborðir, það hafa öll hinn Norðurlöndi gert. Sko ég er ekki að mæla með þessu. Þeir hafa dregið úr, getum við sagt, ítrustu, róttækustu stefnum hægri populísku flokkana í Norðurlöndunum með því að setja þau við ríkisstjórnarborðið. Eða við stuðningu við ríkisstjórnina meðan þeir eru útilokaðir til dæmis í Þýskalandi. Hvor leiðin er betri? Ég ætla ekki að dæma það, mér langar að benda á það hvernig glímt er við þetta á hinum Norðurlöndunum. Þannig að ég er ekki svona hvorki svartsýnn sem margir eru á innanlandsmálinu í Evrópu og ekki, ég vil líka leyfa mér að ég er ekki eins svartsýnn sem margir eru á innanríkismálinu í Bandaríkjunum. Því við sjáum sveifluna til þess sem Og trú á okkur viðspyrnu. Ég hef trú á viðspyrnu sem ég bara dæmir söguna. Þegar pendúllinn sveiflast mikið til vinstri þá kemur viðspyrna frá hægri ef hann sveiflast til hægri þá kemur hún frá vinstri, skilurðu. Og þá má sé viðspyrna núna er frá hægri, skilurðu, hún er það er verið að mótmæla þeim breytingum sem hafa átt sér stað í samfélaginu sem mörgum finnst það hafi farið allt og mikið til vinstri, bæði Bandaríkjunum Evrópu. Hægri menn er að rísa upp á mótmæla og vilja færa pendúlinn nær sér, þeim er að taka stað. Ég er ekkert sem að sveiflist á alla leið til hægri. Svo er það líka kosningar sem við séð undanfarið að þessi stórkostlegi sigur ysta hægrisins, hann kemur ekki alltaf Við erum með kosningar í Hollandi, sveitarstjórnarkosningar í Danmörku, við erum með forsetakosningar í Írlandi og flestar kosningar sem hafa verið. Þetta er ekki að birtast Nei, og við skulum líka það ber líka að segja þegar séðan þessi hægri populísku öfgaflokkar eins og Ólafur Þ. Harðarson kallar þá, jafnvel þegar þeir komast til valda á hinum Norðurlöndunum eða bara nýlega í Hollandi, það var engin umbylting á Ítalíu, það var engin umbyltingin á stefnu ríkisstjórnarna. Jú, vissulega, réttindi kvenna eru takmörkuð einhverju leyti, réttindi transfólk getur verið takmörkuð. Ég ætla ekki að bara mæla þessu bót að vita það, held að vonandi vita það allir, en skilur það er engin algjör umbylting á stjórnarháttum. Þannig við megum ekki missa okkur til dæmis við andstöðu við þá og segja að það er bara alltaf hverfandi hveli ef þeir komast til valda. Ég er ekki alveg viss um að svo sé. Þú vilt leiða að pröfa. Ég vonum að fylgið þér að falli. Ég sé hvað er að gerast á Norðurlöndunum, að þeir komast, þeir setjast við ákvarðanatökuborðið,
þá verða þeir skynsamari, þeir fara að stjórna meiri praktík eins og maður þurfa ofta að gera, þeir horfast í augu við raunveruleikann og ítrasta öfgastefna þeirra dempast. Nú hljóma ég eins og ég fara að tala fyrir hægri flokkun. Nei, ég er nú bara að reyna að greina því ég skrifaði fyrir nokkrum árum einmitt grein flokkakerfið á Norðurlöndunum og mér fannst skemmtilegast, ef maður segja sem svo, að skoða hvernig Norðurlöndin í lengri tíma hafa beitt alltaf aðferð að eiga við þessar hægri populíska flokka með einmitt að gefa þeim sæti við ákvarðanatökuborðið. Þeir hafa verið í stjórn í Finnlandi og tapað miklu fylgi. Þeir hafa verið í stjórn í Danmörku og tapað miklu fylgi. Fyrst voru þeir í svipari stöðu og Svíþjóðardemókratar eru núna sem stuðningsflokkur og þá héldu þeir fylgi sínu og Svíþjóðardemókratar halda því. Framfaraflokkurinn í Noregi er náttúrulega svolítið öðruvísi heldur en þessi flokkar, en hann er í miklu uppsveiflu en það má líklega rekja til þess að hægri flokkurinn þar er í einhverju stórkostluðu tjóni, svona svipað og sjálfstæðisflokkurinn er hér, bara verið í frjálsu falli, bara undarfarið í bara miklum erfiðleikum með innanflokksmál sem að fá bara færist fylgið á hægri vagnum til. Þannig ég veit ekki alveg hvort það sé að lesa út úr því að það sé endilega allir norðmenn að taka undir málflutning framfaraflokksins. Nei, norski framfaraflokkur er náttúrulega lengi stutt ríkisstjórn til hægra megin þar við miðju eða verið í stjórn það er ekkit nýtt hann fór niður og ég er ekkert að mæla þessu bót, ég bara benda á þetta að ég er ekki að heimurinn er ekki að hverfa þetta kveli. Og þú vilt að við förum og leitum skjóls í Evrópu? Já, ég er bara benda á það ef við verðum að ganga til, nú er bara komið þjóðaratkvæði ef við halda áfram halda viðræðum Evrópu, hvað ætlum þú að gera? Við þurfum að má ekki spyrja prófessor á því það má alveg spyrja því. Ég hef lengi talið bæði út frá mínu fræðum og persónulega að við þurfum á efnahagslegu og samfélagslegu skjóli Evrópuríkja að halda á báðum sviðum. Við njótum mikils samfélagslegs skjóls af þeim þegar í þessum rannsóknarprógramum, frjálsuflæði fólks og svo framvegis. Ég hef skrifað margar fræðigreinar það mikilvægi þess að njóta efnahagslegs skjóls af Evrópusamvinnunni. Mér finnst við lítið ræða það hér á landi, það hefur einhvern veginn gleymst í umræðinni. Annað sem við ræðum lítið er eiginlega utanríkisstefna sem var hérna eftir hrun í mjög skamman tíma, sem var að þegar við var gerður fríverslunarsamningu við Kína og undirbúin, eða ég held að það hefur verið klárað líka fríverslunarsamningu við Indland, sem var svona hugmyndum að við gætum sem lítið land verið eiginlega góður vinnur allra. Já. Eftir Úkraínu þá er enginn til að ræða þetta sem valkost. Þannig að því að þú ert að líta við verðum að vera í skjóli og það er hluta þínu kenningum. Það að vera utan allra blokka og segja bara við ætlum ekki að taka afstöðu í neinum deilum þar sem að því við erum bara svo fá að við vigtum alla þannig við ætlum ekki að gera það. Þannig að þú hafnar sem valkost. Já, ég bara bæði sögulega ef maður skoðar hvernig smáríki hafa valið, hvernig þeim hefur vegnað, þá geta þau ekki til langs tíma verið það. Sérstaklega ef þau séu á okkur svæðum sem stórveldi girnast, þá þurfa þau að taka af skarið og ég held að sé einfallega bara ákveður útapía að halda það að við getum verið í einhverju sem menn voru hér bara ekki fyrir nokkrum árum að sérstaklega góður í samvinnu við rússnesk stjórnvöld, kínversk stjórnvöld og bandarísk stjórnvöld og Brussel. Þetta er bara einhver útopía að mínu mati. Þetta er ekki að ganga. En þú segir að sem að stórveldi girndast að því varum að tala hvernig Bandaríkin skilgreina og þú er búin að lýsa því mjög ágætlega hvernig Bandaríkin skilgreina okkur sína orðasvæði og það er eiginlega, maður getur bara séð fyrir svona myndrænt að það sé eitthvað flæði sem að kæmi frá Norður-Atlantshafinu til Bandaríkjanna. Þetta maður getur vísað í það sem að Rússar segja Úkraínu að við verðum að því að það verður bara opnar slétturnar bara beint inn í Moskvu ef við verjum okkur ekki þar og líklega að horfa Bandaríkjamenn á Ísland með sama hætti. Þannig það mun engin snerta þessa eyju sem ekki treysti sér í stríð við Bandaríkin. Ekki hernaðarlega og öryggislega, en ég held að við klárlega höfum val að vinna náið með Evrópu og nánar efnaðslega og samfélagslega og Bandaríkin eru heldur ekki að mæla því mót að við vinnum nánar á öryggis- og varnarmálum með ríkjum Evrópu.
vegna þess að það kannski bera þau meiri kostnað af okkar vörnum heldur en þau. Og þau eru ekki að standa í vegi fyrir því, gleymum því ekki heldur, þau eru ekki að standa í vegi fyrir Ekki hingað til því. allavega. Nei, þau eru ekki að gera það, en sko, þau myndu ekki líða það að við segðum með varnarsamningnum að ég held í þessari stöðu mála, skilur, það er annað mál, en við getum samt fengið nýjar stóðir undir, skilum við höldum bandaríkjastóðinni. En til hvers er það að fá aðra stóðir ef að þessi stóð er svona augljós að bandaríkjamenn munu ekki verið okkur, þeir munu verið að sína hagsmuni þannig að engin utanakomandi getur komist til vald og áhrif á Íslandi án þeirra samlíkis. Sko, Til hvers eru við með eitthvað svona belgíski herin eitthvað 3 vikur á ári? Jú, það skiptir máli, það styrkir stöðu okkar. Ég til dæmis tel að ef að Grænland væri innan Evrópusambandsins, það væri sterkari stöðu. Ég er ekki að segja að það myndi útiloka það að Trump tæki landi yfir, það væri sterkari stöðu. Ef að danski forsætisráðherrann og grænlenski landstjórinn hefðu þegið boð franskra stjórnvalda að staðsetja franska hermenn á grænlenskri grundu, það styrkir aðeins stöðu, það hefði styrkt stöðu Grænlands á þess að ég sé að segja að það myndi komið í veg fyrir að bandarísk stjórnvöld gerðu það. Það er að gera ýmislegt til að styrkja stöðu þína. Það er að gera ýmislegt eins og að vinna nána með Evrópuríkjónum á öllum þessum sviðum sem við erum að gera. Þannig að stjórnvöld eru í svona varfærnislega að fikra sig í átt að Evrópu. Herru, Baldur, gaman að fá þig hingað að spjalla þessu áhugaverð mál. Það vantar ekki að sé heimurinn skaffi ykkur áhugaverð umhugsunarefni í þínu bransa. Heldur betur, það er mikið að takast á við. Já, vonandi hættir það bara. Vonandi hefur ekkert að gera bara. Já, ekki þið sést bara í Helgan Stein. Ég held ég þurfi ekki að ágjöra því á næstu missurum. Nei, en þú ert ekki með neitt svona sterkan hvað framtíðinni. Þú sér alveg hættunar og svona. En þú hefur trú á því að þetta fari vel. Já, ég hef trú á því að verði viðspyrna í ríkjum Evrópu og í Bandaríkjunum og við veljum líka rétt að lókum. Kæra þakki, Baldur. Takk. Og við ætlum að sitja hérna áfram í rauðaborðurum, ætlum að skilja hann heim næsti kapli eftir augnablik. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.